Já, góður hlustendur, velkomin að Rauða borðinu á föstudegi í enn einni vikunni af kórónukreppunni. Og við sitjum hérna alltaf og erum að reyna að átta okkur á því hversu langan tíma við erum að lifa og hvað er að hellast yfir okkur. Og í kvöld komnir fastagestir, Ásgeir Brynjar Torfason, Ólafur Margeirsson og Guðrún Johnsen, allt hagfræðingar. Við höfum talað áður og reynt átta okkur á því hvers konar kreppa þetta er að koma, á hverju mun muni bitna og hvað einkennir hana. En það sem að mig langar að ræða fyrst og fremst í kvöld er það sem hefur verið kallað austerity eða svona ríkisfjármálastefna sem byggir á því að ná jafnvægi í ríkisfjármálunum og helst að hafa afgang af þeim til þess að greiða niður skuldir sem að Bjarni Benediktsson fjármála- og efnahagsmálaráðherra boðaði bæði í gær og í dag að nú væri komið að því að við þyrftum að vera að hugsa það að hvernig við ætlum að borga þetta. Það var ekki nóg að gera kröfur á ríkissjóð aukin útgjöld, heldur við að hafa í huga að á endanum að þá kæmi að því að við þyrftum að borga þetta aftur og hann boðaði svona hörð fjárlög 2021 og árin þar á eftir. Þegar ég er búinn að ræða við hagfræðingana þrjá að þá kemur hingað Stefán Ólafsson, félagsfræðingur, og við ætlum að ræða sambærilega ríkisfjármálastefnu og áhrif hennar á íslenskt samfélag kannski svona á 10. áratugnum og fram að hruni og kannski hvernig íslensk stjórnvöld brugðust við hruninu og hversu kannski að vænta í framtíðinni. Mér langar að byrja á þér, Guðrún Jónsson. Þetta snýst eiginlega það að það er ljóst að það verður kannski 400 milljarða halli á ríkissjóði í ár og kannski fram eftir næsta ári til þess að mæta kreppunni. Og þá er spurningin, hvert á að senda reikningin og á að senda hann yfir höfuð eitthvað? Já, þetta eru sannarlega stórbrotnir tímar sem við erum að lifa núna út frá svo mörgu. Bara núna í gær var til dæmis Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn að koma fram með sína sýn á ríkisfjármálin, hvernig á að tækla þau og þar kveður aldrei svo nýjan tón. Þú spyr hvort á að senda reikningin. Ég kem úr þeirri átt hagfræðinnar að peningamyndun eða verðmætasköpun á sér stað með beitingu og nýtingu framleiðslu þáttana og svona kannski þó svo að það sé gott samkvæmt bókinni að auka ríkisútgjöld þegar illa árar en þá kemur þetta kannski að skuldadögum að lokum. Aftur á móti verður að haga þeirri stýringu á þeim skuldum með skynsamlegum hætti þannig að við séum ekki að eyðileggja það sem við erum að byggja upp. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn tekur í rauninni þannig á málum að hann horfir til þess að bæði er það tækifæri núna til þess að dreifa auðnum nokkuð jafnar, það er að segja að félagsleg úrræði og velferðar úrræði ríkja þurfi núna að fara í það að lyfta upp þeim sem eru 20% í næstu þrepum tekjudreifingar og eignadreifingar á kostnað þeirra sem eru 20% efstu hlutin. Og þeir tala líka það að nú sé skynsamlegt að ráðast í fjárfestingar eins og opinbera til þess að færa hagkerfið í átt að mun sjálfbærari efnahagsstarfsemi. Þetta hefur verið rekin fyrir 30 ár, síðan 1980 eða svo. Og að reikningurinn þarf að vera greiddur á endanum en það yfir langan tíma. Og ég held að þetta sé nú svona vegvísir sem að íslensk stjórnvöld gætu skoða vel og ég á ekki von á öðru en að starfsfólk Alþjóðagjaldeyrissjóðsins marseri inn til Íslands með þessi skilaboð eins og í öll önnur þróuð ríki. Ólafur, þú hefur nú verið að reyna að kenna íslensku þjóðinni að ríkið búi til peninga en það er ekki þannig að þau sæki peningana út á markaðinni með skattlagningu, heldur búi ríkið sjálft til peninga. En er í því einhver munur frá því sem að Guðrún er að segja? Er ekki á endan ljóst að einhvers staðar þarf að sækja þessa 300-400 milljarða? Já, 300-400 milljarðarnir sem eru sóttir innan gæsalappa, þeir eru upprunalega séð frá Seðlabanka. Hvort þeir hafi farið 1 eða 10 eða 100 hringi í hagkerfinu fyrst, það er kannski
annars konar spurning, en upprunalega það þannig að allir peningar sem, eða fjármunir, peningar, sem ríkissjóður nær í með lántöku upprunalega komið frá Seðlabankanum. Þannig að það í rauninni, við sjáum það alveg augljóslega að Seðlabankinn hann búinn að gefa það út að hann muni sjá til þess að ríkisútgjöld muni ekki hafa áhrif á vaxtastefnuna og vaxtastig í hagkerfinu í samræmi við markmið peningamálastefnunnar vexti og vaxtastig í hagkerfinu. Þannig að það sem Seðlabankinn og það sem fjármálaráðuneytið venjulega gera að þau vilja sjá til þess að útgjöld ríkissjóðs sem þá annaðhvort einhvers konar svona recycling á fjármunum sem hafa upprunalega komið frá Seðlabankanum hvort eða mjög mikil skammtímaleg aukning á fjármunum sem koma frá Seðlabankanum inn í kerfið þegar mikil þörf á þeim eins og í dag. Það sé til þess að þessi ferlar hafi ekki áhrif á peningamálastefnuna og vilja Seðlabankans sem það hvernig vaxtastig á að vera í hagkerfinu til þess að ná markmiðum peningamálastefnunnar lága verðbólgu. Þannig að áður en að þessi breyting verður eða áður en Seðlabankinn tilkynnir þetta að þá hefði mátt gera ráð fyrir því að aukin ríkisútgjöld hefði leitt til hækkunar vaxta hjá Seðlabankanum til að koma í veg fyrir verðbólgu. Það fer eftir því hvernig það Seðlabankinn vextir breytast ekki í hagkerfinu vegna útgjalda hjá ríkissjóði. Vextir breytast í hagkerfinu vegna þess að Seðlabankinn gefur til kynna það að hann ætli að breyta peningamálastefnu sinni í framtíðinni og slík forward guidance eða slík væntingastjórnun hefur áhrif á vexti eins og vextinni eru í dag, jafnvel þótt að ríkisútgjöld séu að aukast. Málið áhrifin á vexti á markaði eru ekki vegna þess að ríkisútgjöld eru að breytast, minnka eða hækka. Þau eru á markaði vegna þess að Seðlabankinn að lokum vill að þau séu að fara. En varðandi að senda reikningin, að ef að ríkið eyðir 300-400 milljörðum meira heldur en hann aflar, þarf hann ekki að senda reikningin eitthvað? Það Bjarni Benediktsson að segja okkur að hann þurfi þá að vinna það upp annaðhvort með auknum tekjum, hann þarf að vinna þetta með auknu rekstrarafgangi á allra næstu árum. Það ekki peningamálastefna, það svona ríkisfjármálastefna. Já, það rétt og það ríkisfjármálastefna pólitískt val og hvort að það sé ríkisfjármálastefna sem setur áherslu á það að fjármagna velferðarkerfi eða fjármagna mjög lága skatta eða slíkt. Það kemur rauninni á sama niður þegar kemur að því að borga innan gæsalappa reikningin. Þetta pólitíska val hefur ákveðnar efnahagslegar afleiðingar sem dæmi og það náttúrulega velferðarkerfi og slíkt. Það hefur, ef þú ert að fjármagna laun hjá lækni í opinbera heilbrigðiskerfinu, þá getur viðkomandi læknir ekki verið í einkareknu heilbrigðiskerfi og það pólitískt val. Sama með skattana. Og skattar að sjálfsögðu líka hafa efnahagslegar afleiðingar. Þegar kemur að því að borga reikningin, þá það ekki svo að það verði að borga annaðhvort skulda höfuðstólinn niður til þess að hafa efni á honum vegna þess að það nákvæmlega sama gerist við greiðslu á skatt, við greiðslu á opinberum gjöldum, til dæmis launum til heilbrigðisstarfsmanna eða launum til opinbera starfsmanna og slíkt. Það ekki háð því að það sé búið að sækja skatta. Þetta allt saman bókhaldsaðgerðir. Og ríkissjóður mun aldrei klikka á því vegna efnahagslegra aðstæðna að borga sína vexti og afborganir af skuldum. Það eftir á móti getur verið pólitískt val það að borga það niður og þetta pólitíska val mun hafa á einn eða annan hátt efnahagslegar afleiðingar.
Nei, þetta ekki svona nauðsyn eins og fjármálaráðherra leggur það fram, heldur það raunverulega bara hluti af ákveðinni pólitískri stefnu sem hann að halda fram. Það ekki efnahagsleg nauðsyn að borga niður skuldir ríkissjóðs ef þú ert með sem dæmi það markmið að sjá til þess að ríkissjóði fari aldrei á hausinn. Ríkissjóði mun aldrei klikka á því vegna efnahagslegra aðstæðna að borga sínar skuldbindingar í íslenskri krónu. Ásgeir Brynjar, þessi texti frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum sem kom í fyrradag, hann fjallaði það að gæta því að fólk hefði ísu á, að ekki yrði neyð í samfélaginu, fjallaði mikið það að byggja upp innviði og velferðarkerfi og nauðsyn þess að halda utan samfélagið eins og kannski kallað hér. Svo kom svona aðeins í lokin svona skuldugustu ríki sem við tilheyrum ekki, ættu kannski að vera að huga því í framhaldinu að ná jafnvægi sín ríkisbúskap á næstu árum. Og þegar maður las þetta þá eiginlega var þetta ekki ábending sem átti við Íslandi, að íslenska ríkið skuldar svo lítið. Þýðir þetta að það sé raunverulega non-issue að fara að ræða það núna hvernig að borga niður hallann? Já, sko, mikið af þessum útgjöldum eiginlega stjórnlaus eins og staðan núna. Ég ætla að reyna að sýna hérna graf sem kom í dag. Það voru að koma atvinnuleysistölur frá Bandaríkjunum og ef þið horfið bara á rauðu og bláu línuna, bláa línan kreppan 2007-2008 og þetta yfir hversu marga mánuði atvinnuleysið sem sagt að ná sér upp. Og rauða línan út frá tölunum í dag og hún ennþá bara lóðbeint strik niður. Þetta það sem við myndum að heita I-kreppa, þetta ekki svo vaff eða nægmerki, þetta þetta bara lóðrétt leið til andskotans eins og Sverrir Hermannsson sagði eins og við mig að menn væri að reka íslensk fyrirtæki. Lóðrétt leið til andskotans. Já, við erum ennþá í fallinu, sem sagt, með atvinnuleysistölunar. Þetta svo sem ekki komið í ljós hvernig landsframleiðslan af þessu verður. En meðan að þetta að gerast, að þá bara útgjöld atvinnuleysistryggingasjóðs, það sem heitir automatic stabilizers eða sjálfvirkir sveiflujafnarar sem kikka inn í svona ástandi og þýða bara aukin útgjöld, að það bara í frjálsu falli sem sagt niður atvinnuleysið að aukast og fleiri að koma inn á atvinnuleysisbætur og þá þarf að borga þeim atvinnuleysisbætur. Ef að menn ætla að fara í einhverjar heimilisbókhaldsuppgjörsæfingar með það og segja að það orðið tómt í atvinnuleysistryggingasjóði, að við þurfum að fara að skerða bæturnar að þegar svo margir komnir á þær, að þá fer fólk bara að svelta af því að atvinnuleysisbæturnar dugðu ekki eins og til að borga leiguna eða lánin og kaupa í matinn. Þannig að þetta ekki í eins höndum fjármálaráðherra hvers lands eins og einhvers heimilisföður eða móður í heimilisbókhaldinu. Það þess vegna sem Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn að segja, það verður að gæta þess núna að fólk deyi ekki af völdum efnahagsafleiðinga veirunnar og það þarf að sjá til þess að allir geti keypt mat og síðan bara leysum við úr því síðar hvernig á að borga fyrir það. Svo bæta þannig við, náttúrulega þetta meiri vandi í löndum sem að hafa verið búin að safna upp skuldum miklum áður. Þannig að þeir eru náttúrulega bara að setja þar að varnagla, það ekki hægt að gera þetta endalaust. En núna, meðan ástandið svona, við ætlum ekki að fara í að setja upp súpueldhús eins og þurfti að gera eftir kreppuna miklu, að það í raun og veru ástandi sem allir ríkissjóðir út allan heim eru að horfa fram á og þá þýðir ekkert að vera að fara að tala strax hvernig við ætlum að klóra okkur út úr því. Englandsbanki kom í gær með efnahagsspá, svona eina landi í Evrópu sem þorði að sýna fram á að samdrátturinn í ár yrði yfir 10%. Menn eru að reyna að halda sér frá þessu kreppuviðmiði sem bara einhvers konar misskilin óskhyggja held ég. Og þeir sögðu þetta versta ástand sem við séð í 300 árumlega, síðan 1706.
og það kannski allt í lagi viðmið að hlutir sem gerast á 300 ára fresti geta þá bara tekið 300 ára að borga tilbaka og ríkissjóður Bretlands hefur verið með miklu hærri skuldir en nú þær voru að aukast fyrir COVID-kreppuna og aðhaldsstefnan sem var þar eftir síðustu fjármálakreppu leiddi ekki til neins nema meiri samdráttar í samfélaginu og það í raun og veru nýja hugmyndin held ég sem menn þurfa að hafa þjóðarkökuna núna að litla gula hænan sem verður að baka kökuna ríkissjóður og ríkið. Það engin annar að baka kökur núna og ég held að við heyrum það frá atvinnulífinu líka og síðan ætla ég ekkert að stilla mér upp einhvers staðar á milli þeirra tveggja sem töluðu undan mér hvort að það sé hægt að leysa það á styttri eða lengri tíma en það hins vegar bara ekki vandamálið núna. Vandamálið núna að sjá til þess að skaðinn af þessari kreppu verði ekki áframhaldandi dauðsföll af öðrum orsökum heldur en veirunar og það ekkert vandamál að sjá til þess í svona ríkum löndum eins og okkar heimshluti að enginn þurfa að svelta. Ólafur, þú ætlar að skjóta inn. Já, kannski rétt einmitt aðeins að koma inn á þetta. Sko, það getur vel verið að sé skynsamlegt að vera með aðhaldsstefnu eða austerity eftir að við erum komin út úr þessu. Ef það nægilega mikil eftirspurn í hagkerfinu frá öðrum geirum í hagkerfinu og þá erum við, sko hagkerfinu má skipta yfir í þrjá geira í mjög grófum stigum. Það opinberi geirinn, það einkageirinn og síðan erlendi geirinn. Eftir 2008 og sérstaklega eftir 2010 þá var það þökk sé erlenda geiranum, það segja útflutningsgeirum á Íslandi, að bæði heimili og ríkissjóður voru að minnka nettó skuldir sínar eða réttar að segja bæta fjárhagslega stöðu sína vegna þess að það var svo mikill útflutningur og mikill peningamagn sem var verið að búa til í hagkerfinu í gegnum útflutning og þá sérstaklega í ferðaþjónustu. Þetta peningamagn var síðan notað til að greiða niður skuldir og bæta nettó fjárhagsstöðu einkageirans og ríkissjóðs. Og það fullkomlega mögulegt að slík staða komi aftur upp og ef það nægilega mikil eftirspurn í hagkerfinu til að sjá til þess að aðföng séu nægilega vel nýtt, þá ekkert á því og það meira sér skynsamlegt að vera með aðhaldsstefnu á ríkissjóð. Svo hvenær? Núna eða næsta ári eða þegar að við komumst upp úr kreppuna einhvern tíma seinna? Ef það nægilega mikil eftirspurn í hagkerfinu frá hinum tveimur geirunum í hagkerfinu, þá það skynsamlegt fyrir ríkissjóð að vera með aðhaldsstefnu, en ef hann ekki með hana, þá myndast verðbólguþrýstingur í hagkerfinu. Aðhaldsstefna eða ekki aðhaldsstefna í hagkerfinu hjá ríkissjóði á að vera falla því hver eru verðbólguvæntingar í hagkerfinu og hver nýting aðfanga, til dæmis vinnuafl, verksmiðjuna og svo framvegis í hagkerfinu, en ekki hvort það sé minnkun eða aukning á ríkisskuldum. Guðrún, það Ásgeir Brynjar, hann lýsir þessu að ríkissjóður eigi að tryggja atvinnuleysisbætur eða fólki framfærslu í miklum erfiðleikum, mögulega kreppu sem við erum að fara í og talar að það verði bara að bjarga fólki svo það deygi ekki og þetta svona, það virkar svolítið dramatískt, það vor í Reykjavík og það svona, þjóðin upplifir að hún sé búin að sigra kórónuveiruna og ég labbaði hérna í gegnum bæinn áður ég kom hingað og það var mikið af fólki úti og þetta svona alvarlegt, við að ganga inn í kreppu sem að kannski verri heldur en flest okkar höfum upplifað og að þegar að núna kannski búin einn skertur launasið sem var 1. maí og svo kemur annar 1. júní og svo annar 1. júlí að kannski sé þótt að við höfum kannski heyrt af kreppunni en við höfum raunverulega eftir að finna hversu grimm og erfið hún Já, ég held að það sé klart mál að
við getum svo sem ekki algjörlega komið með svona það sem við kallum punktmat á það hvar við erum, hvert við stefnum og hvenær fallinu lýkur. Þó svo að við séum búin að vinna þetta kórónustríð, þá erum við ekki búin að vinna friðinn í efnahagslegu tilliti og það náttúrulega, það fer eftir við hvernig þú talar, hvort að framtíðin björt eða ekki. Við sjáum það bara á atvinnuleysistölunum að þeir sem eru svona í hátæknigeiranum, þeir sem hafa aflað sér mikillar menntunar, hafa getað setið heima hjá sér og unnið vinnuna í gegnum tölvu. Þeir eru margir hverjir ekki að verða fyrir neinum áhrifum eins og tæknigeirinn til dæmis sérstaklega. Hann virðist vera bara í mjög fínu róli og mörg ný tækifæri sem honum að berast í gegnum einmitt kreppuna. En aftur á móti þessi svona brick and mortar, þeir sem eru í iðnmenntaðir, í þjónustugeiranum, ferðageiranum auðvitað, og fyrir okkur sem höfum reitt okkur á að helmingi eða tæplega helmingur gjaldeyristekna, milli þriðjungs og helmings gjaldeyristekna sem kemur frá ferðaþjónustu til Íslands, það náttúrulega stórkostlegt vandamál. Og sérstaklega vegna þess að við stýrum ekki svo glatt neytandanum sem á endanum knýr áfram eftirspurn í hagkerfinu. Ef þó svo að framboðið sé til staðar, þá þarf einhver að kaupa vöruna. Svo að við getum bæði séð til skamstíma verðhjöðnun þar sem að þá verður tregða að setja fram þetta framboð. En við getum líka svo til lengri tíma ef við eins og Ólafur kom svo vel inn á, að ef við svona opnum alla krana á nokkurrar fyrirhyggju í ríkisfjármálunum, þá auðvitað getum við búið til væntingar að verðlag fari upp á við. Og svo þetta mjög svo fín stiga sem við þurfum að stíga núna, bæði í væntingastjórnun og líka varðandi hið pólitíska landslag. Ég held að nú verði svona menn og konur að fara að horfa til þess hvernig þessi geirar, þessi opinberi geirar, einhver geirar svo geta spilið saman og hvernig það kemur saman þá við þennan útlenda geira sem á endanum í rauninni bara eins og við hugsum að Ísland heimili, að ef það berast engar tekjur inn á heimilir, að þá getur verið erfitt að vaxa og við fjölgum okkur náttúrulega og við þurfum að halda uppi aukinni hagsæld. Að sama skapi þá ætli ég láta gott til að svara þessu. Það sem ég ætla að segja var að reyna að svara spurningunni hverju má senda reikningin. Ég held að núna hljóti líka kannski væntingastjórnun að vera mikilvæg hjá þeim sem fara með ríkisbudgetuna að svona stilla væntingar það hvernig við munum tækla þetta, bæði með aukinni framleiðslu, auknum tekjum ríkissjóðs þegar lengra lætur, en ekki síður að þeir skattstofnar sem hafa reynst vera mjög veikir og komið til leiðar að svona óhóflegur ójöfnuður að myndast og hefur myndast undanfarin 30 ár á þann stað sem að við höfum ekki séð síðan fyrir fyrra stríð 1914 og rauninni stríðið brýst út meðal annars og kannski sérstaklega vegna hinna hins mikla ójöfnaðar sem að myndaðist á þeim tíma og mikil fátækt og réttindaleysi stórs hluta þjóðar hverrar. Og má ég þá minna á að konur höfðu ekki einu sinni atkvæðarétt á þessum tíma. Já, ég er svolítið týndur í þessu. Við erum á Íslandi búin að allir ánægðir með þjóðina og þríeykið og svona hafa unnið óvininn, koronaveiruna. Við erum komin inn í kreppuna, það svona smátt og smátt að koma í ljós hversu alvarleg hún það ekki nema kannski 2-3 vikur síðan raunverulega skiptist svolítið umræðan stöðu ferðaþjónustuna. Fram að þeim tíma var svona hugmyndur að túristarnir gætu jafnvel komið í sumar og þetta var allt í lagi, þannig að það svona smátt og smátt að svona sökkva inn hversu alvarlegt þetta getur verið gagnvart henni. Ýmsir hópar sem hafa dottið upp fyrir, svona fólk í hagkerfinu, listamenn, leiðsögumenn og fleira hafa verið rétt upp hönd og segja eigum við ekki að líka fá tryggða framfærslu en samt það einhvern veginn þannig hefur maður tilfinninguna að þetta kannski ekki alveg komið. Stór hluti af fólki
á eitthvað svona pínulítinn sparnað sem maður getur lifað af, sumir sem hafa kvartað hæðst yfir að þola raunverulega ekki neitt eins og öryrkjar og eftirlaunafólk og svona, það bara einfaldlega ekki hlustað á það. Og við erum ekki komin lengra þetta, við erum eiginlega varla farin að sjá svona raunverulega áhrif kreppunar á svona umræðuna og samtalið í samfélaginu. Og þess vegna vildi ég taka þetta sem að Bjarni Ben hefur komið fram með, sem hann gefur með núna inn í umræðuna, eiginlega áður en að við erum farin að sjá alvarleika kreppunar og þess vegna, ef maður ber það saman við til dæmis það sem Alþjóðagjaldeyrissjóður segir og ég tala ekki myndina sem að Ásgeir Brynjar var að sýna og vísa í England þar sem að menn eru að tala að þetta sé versta kreppa í 300 ár, þannig að þá erum við að tala einhvern stórkostlegar hamfarir sem við erum að fara að ganga í. En þá finnst mér eitthvað bogið við að fjármálaráðherra komið fram og segir, nú þurfum við að fara að hugsa það hvernig við ætlum að borga þetta. Miðað við að við hafa trú að Ásgeiri Brynjar það, við höfum bara alls ekki að hafa á dagskrá, við höfum bara að passa það að enginn svelti hérna næstu vikur og mánuði. Það er þetta sem að ég á svolítið erfitt með að ná saman, svona alvarleikann sem að þið lýsið og svo einhvern veginn hvernig umræðan hérna finnst mér vera bara komið mjög skammt á veg og það er svo skrítið þegar að Bjarni Ben kom svo með þetta. Þetta er eiginlega spurning til þingur. Já, sko, í rauninni, ég tel það bara jákvætt að núverandi fjármálaráðherra gefi á spilin hvernig hann sjáum fyrir sér að unnið verði úr þessari kreppu vegna þess að á endanum þetta pólitískar ákvarðanir og ef að kjósendur vita ekki hvar stjórnarmenn standa og sérstaklega nú þegar við sjáum fram á kosningaára næsta ári að þá held ég að sé með tækifæri til þess að fyrir alla stjórnmálamenn, allra stjórnmálaflokka að lýsa sinni sín á það hvernig við ætlum að fara út úr þessu og hvaða markmiðum ætlum við að ná leið og við erum að gera það. Ásgeir, þekkir þú hvað stjórnvöld í öðrum löndum hafa verið að segja þetta, hvernig hvort að reikningur verður sendur eitthvað og hvert að verður sendur, svo við getum svona velti fyrir okkur hvernig aðra þjóðir líta á málin? Sko, það sem ég held að maður þurfa að átta sig á og er mjög mikið umræðinu alþjóðlega. Það er í svona aðstæðum verður gífurleg tilfærsla á fjármunum og eignum. Við sjáum bara milljarðana sem er verið að dæla út til fyrirtækjana. Náttúrulega til þess að viðhalda störfum og þess að það. Þannig og í björgunaraðgerðum eins og allir læknar sem þurfa að vera í bráðaaðgerðum þekkja þá þarf að gera alls konar hluti og það verður ekki allt fullkomið þegar verður að gera. Það verður bara lagfært síðar þar sem að tekst ekki alveg pottþétt. Og hvort sem það er að einhver fyrirtæki fengi of mikið og það er bara lagfært í skattinum, skattskýrslunum næsta ári eða það er sett leiðrétting alveg eins og í því þegar það er verið að núna að veita eins og til dæmis atvinnuleysisbætur til námsmanna, þá er svolítið furðulegt ég heyrði af því að menn væri að hugsa að þá allt í einu ef að námsmenn komast að atvinnuleysisbætur þá fá þeir meira heldur en fái úr lín. Og þetta eru bara einhverju þúsundkallar sem er algjört hlægilegt atriði. Ég tala bara þetta því dóttir mín í hagsmunabaráttu í háskólanum. Og allir námsmenn sem verða að vinna á sumri fá hvað sem hærri laun heldur en námslánin, því að námslánin ekki neitt, þessu 140-60 skallega. Já, en þetta birtir svolítið, ef menn eru í einhverjum þúsundköllum á einhverjum hópi sem er núna í vandræðum vegna afleiðinganna, að þá eru menn með svolítið rangan fókus held ég og aftur er ég að tala á alþjóðavísu ekkert sérstaklega hérlendis en það sem þetta hefur kennt fólki líka og mann sjá það að hafa ætlað að reka spítala eins og fyrirtæki og taka burtu alla svona óþarfa, ónýtt svæði og rúm er bara svolítið dýrt þegar allt í einu kemur skellur. Þannig að það er alls konar svona hugsunarbreytingar að verða sem í raun og veru það góða af svona hrikalegum aðstæðum að lenda í. Að menn þurfa að hugsa hlutinu upp á nýtt og ég bendi á að því þú varst að vísa í tríegi og við erum búin með að berja niður veiruna að það er kannski komin tími á það núna að hafa efnahagslega fundi reglulega þar sem við förum yfir atvinnuleysistölur í staðinn fyrir tölur smitara og sjáum svona hvernig er verið að vinna úr því og bregðast við því, af því það er stóra krísa núna framundan og þá held ég
að það sé miklu betra að vera gagnsær, segja hlutina eins og þeir eru í staðinn fyrir að vera að búa til einhverjar óraunhæfar væntingar hvort sem það eru VAF-kreppurnar sem að menn eru nú á fáum stöðum enda á trú. Englandsbanki var reyndar með svona að það kæmi rosalegt mikil uppsveifla á næsta ári aftur sko, en í öðrum löndum eru menn nú meira og meira átt að sjá því að þetta muni taka lengri tíma. Þannig að það held ég það sem við eigum að vera að einblína á núna og síðan líka hvernig á að búa til verðmætasköpun, hvernig á að búa til nýja hagkerfi eftir þetta, af því að við ætlum að hafa sem styst svona marga atvinnulausa en við getum ekki beitt sömu aðferðum og síðast þar sé að það var flutt út atvinnuleysi, útlendingarnir á eyjunni fóru tilbaka til sín heimalanda, iðnaðarmennirnir á eyjunni fóru að vinna á hinum Norðurlöndunum og svo hleyptu við inn í háskólana endalaust af fólki, þannig að atvinnuleysi var voða lítið. Það ekki víst að það sé rétta lausnin út úr þessu ástandi núna sérstaklega og þar þurfa menn að byrja bara að hugsa svolítið út fyrir boxið eins og menn gerðu upp á Landspítala og þegar þeir þrefölduðu gjörgæsludeildina, þegar menn settu upp símaver, létu heilbrigðisstarfsfólk sem var heima í sóttkví vinna í tölvu og símanum. Þetta þarf að gera núna á efnahagssviðinu og í öllu samfélaginu og við þurfum beinlínis að umturna. Og kynna fólki hvað er að vera, hver eru markmiðin og tala við fólk eins og þessi fólki sjálft sem að taka ákvörðun eins og var raunverulega í kórónuveirunni. Það var fólki sjálft sem að raunverulega fór í sóttkvína og vann sigurinn þó að það hafi verið gert með þríeykinu sem að ef maður velti fyrir sig svona stjórnmálalega þá voru þau raunverulega að leggja það til sem að þjóðin sjálf var hvort sem búin að gera. Það flestir í kringum mig raunverulega tóku því enn alvarlegra heldur en var lagt til. Og svo að því að ég var að tala að ég labba hérna í bæinn þá sé það líka að fólk að sleppa böndunum miklu hraðar heldur en að þríeyki leggur til. Þannig en það var öfugt áður að fólk gerði raunverulega meira og þá var verið að lýsa ástæðunum og nauðsynninni og öðru slíku og Guðrún, þú hefur verið með bent á þetta og fyrir þáttum hvað verið nauðsynlegt að stjórnvöld dragi upp eitthvað svona mynd hvað við erum að fara að fást við til þess að draga fram bakgrunnin á bakvið ákvarðanir stjórnvalda. Ekki þannig að við séum, ég heyrði mann í dag kallað það áhorfendalýðræði, að okkur bara boðið að fylgjast með því þegar stjórnvöld tilkynna niðurstöðu sína, en við erum ekki svona þáttakendur í því að móta viðbrögð samfélagsins við þessari kreppu. Já, ég held að það sé mjög mikilvægt. Bæði bara varðandi til þess að auka trausta og trúverðleika á stjórnvöldum sjálfum að þeir séu ekki að ráðstafa stórum upphæðum til vinna sinna. Ég meina nú hefur óhefnileg mál komið upp í vikunni þar sem að komist hefur upp fyrirtæki sem eru fullburða til þess að sjá fyrir sínum starfsfólki og halda upp í fullu atvinnustígi þiggja bætur úr ríkissjóði. Þannig að ég held að þarna þurfi að verða bragarbót á bæði það og þá getum við í rauninni líka dregið lærdóma úr hruninu. Það var ágætis samræða og samráð milli sérfræðinga, hagsmunasamtaka og fjármálafyrirtækja eftir hrunið. Mér minnist þetta að það voru Jóhannustjórnin, hún kallaði til sérfræðinga úr öllum hornum og það var miklu meiri svona dýpri og svona kjötmeiri upplýsingar sem að bárust þá heldur en núna. Ég ætlaði enda kafla með einhver hagfræðingunum að ég að spyrja Ólaf Margeirsson að þið eru að leggja svona áherslu á að það ekki endalaust að sækja í ríkissjóð og að kannski eru viðbrögð fjármálaráðherra því hann að reyna að þagga svolítið niður í kröfunni eða sé ekki allt of mikið af kröfum að fólk sé að leita inn á ríkissjóð. Hvað getur við séð eitthvað svona dæmi í samfélaginu að ríkissjóður hafi látið of marga fá of mikið á of skömmum tíma og það hafi leitt til einhvers tiltekins ástands fyrir utan kannski verðbólgu. Getur við nefnt á eitthvað svona tímabil þar sem að því að það búið að draga svo dökka mynd af kreppunni, hver er ógnin af því að allir fái allt í einu allt og mikið? Besta dæmi sé ekki bara John Law í Frakklandi á 18. öld.
Hann var seðlabankastjóri og hann var fjármálaráðherra á sama tíma og hann reyndi að halda uppi hlutabréfaverði í Mississippi Company. Sem að hann átti hlut í sjálfur eða ekki, var það ekki þannig? Jú, gott ef ekki og það endaði með óðaverðbólgu og algjöru gjörsamlegu kerfisfalli. Sko almennt, sko ég talaði það náttúrulega, ok, við getum líka talað sko óðaverðbólgur í Ungverjalandi og í Venezuela og Zimbabwe og í Þýskalandi. En í öllum þessum tilvikum þá var grunnástæðan fyrir óðaverðbólgunni áfall á framleiðsluhlið í hagkerfinu. Það var eða of háar erlendu skuldir. Zimbabwe kannski frægast. Þar reyndi Mugabe að koma landareignum í eigu vina sína sem vissu ekkert landbúnað, sem síðan endaði með hruni á framleiðslu og landbúnaðarvörum, sem síðan endaði með miklum hækkunum eða skorti á mat, sem síðan endaði með mikilli hækkun á matvöruverði, sem síðan var leyst innan gæsalappa með því að einfaldlega reyna að gefa fólki meiri peninga til þess að borga fyrir hátt verð, en það endaði með verðbólgu, augljóslega. Grundvallar vandamálið var skortur á framleiðslu. Það var ekki alveg við hjá okkur, sko. Þannig að þetta ekki kannski ógnin sem við stöndum frammi fyrir að við verðum Zimbabwe. Það þarf eitthvað meira að koma til. Ógnin ekki svo. Ef þú endar á því að vera með mikið af ónýttu vinnuafli, þar þegar hátt atvinnuleysi, þá þarna í hagkerfinu, svo lengi sem þú ert með eðlilega stofnana umgjörð, skulum við segja, það sem fólk ekki í því að gefa eignir til vinna sinna eins og var gert í Zimbabwe. Svo lengi sem þú ert með eðlilegt stofnana hagkerfi, þá mun slíkt ekki enda með stórkostlega áfalli á framleiðsluhliðinni í hagkerfinu sem mun ekki enda þá með verðbólgu. Það er betra að nýta framleiðslu þættina í hagkerfinu sem eru til dæmis til að framleiða eitthvað þótt að það muni leiða til hærri skulda á ríkissjóði. Einfaldlega vegna þess að þá ertu að halda upp í eftirspurn í hagkerfinu og þú ert að sjá til þess að fólk hafi tekjur sem síðan enda þá að því að það getur borðað eins og Ásgeir var að benda. Ásgeir ætlar að skjóta inn einni setningu hérna í lokin. Já, bara að minna á, sko, þetta nákvæmlega sem Ólafur segir, að ég meina 300 ára 1706 í Bretlandi var South Sea Bubble sem var líka svona hlutabréfabóla. Við erum búin að fara í gegnum einhverjar bólur og túristabólur. Það hins vegar alveg fyrirliggjandi, sá lærdómur í Evrópu síðustu 10 ár, þegar menn þvinguðu til dæmis Grikki og fleiri Ítalíu og Spán í samdrátt af því að þeir yrðu að láta nú ríkissjóðinn ganga upp á jafnvægi og endurgreiða skuldina því þær mætti ekki fara yfir 90%. Þetta bara bull sem búið að sýna fram á og gerði ástandi miklu verra í Grikklandi og þessum löndum, að því að samdrátturinn minnkaði kökuna ennþá meira, hagkerfið dróst ennþá meira saman, þannig að skuldahlutfallið hækkaði og skuldina lækkuðu. Þetta ætla menn ekki að fara að gera út í Evrópu og ég minni bara á það því að það er Victory Europe dagur í dag, 75 ár frá því að heimsstyrjöldin lauk, sko. Við erum ekki að koma út úr stríðsástandi þar sem að búið að vera skemmafullt. Við erum bara búin að koma út úr þessari læsingu eða frystingu. Við sluppum rosalega vel, heilbrigðiskerfið gat tekist á við þetta. Við erum ekki búin að skemma neitt hérna. Við hins vegar þurfum að endurskapa hagkerfið innan allra þessara fínu auðæfa sem við eigum og húsa, en við þurfum kannski að breyta þeim úr hótelum í eitthvað annað. Við ræðum það kannski í næstu viku þegar þið komið vonandi öll aftur hingað, búið að koma vikulega hérna í nokkrar vikur. Guðrún Johnsen, Ásgeir Brynjar Thorvaldsson og Ólafur Margeirsson. Takk fyrir kærlega fyrir. Ég ætla að skipta hér yfir og fá Stefán Ólafsson að borðinu. Stefán, við vorum svona sömuleyti að ræða það sem hefur verið kallað svona austerity eða einhver kallað hægri sveltistefnu, þegar öll áherslan lögð á því að skila afgangi með ríkissjóði og leiðirnar til þess eru oft niðurskurður á opinberri þjónustu,
gjaldtaka í heilbrigðiskerfinu, auknar skattheimtur á almenningi, sala ríkiseigna og annað slíkt. Þú hefur svolítið rannsakað þetta, kannski svona hvernig þessi stefna hafði áhrif á lífskjör almennings eftir stéttum frá á 10. áratugnum og kannski fram að hruni og eitthvað fram yfir hrunið. Það ekki? Má ekki segja að þetta hafi verið einkennandi svona pólitísk stefna á þessum árum? Jú, þetta náttúrulega hefur mjög mikið að gera með pólitíska stefnu eins og Guðrún Jónsson nefndin reyndar áðan að sko, en áður við förum aðeins út í það að ég bæta við einum punkt við það sem að þau voru að tala varðandi það hvort að eigi að senda reikningin og hvert eigi að senda nú ákveðlungum tíma á þetta. Ef við tökum bara þetta að það séu 400 milljarðar sem að ríki gæti þurft að taka láni. Að bara ef við horfum á þá tölu, hún ein og sér 13% af þjóðarframleiðslu. Skuldir ríkisins eru í dag 27% af þjóðarframleiðslu, það myndi bætast 13% stig við. Þannig að það færi úr 27 upp í 40. Skuldir hins opinbera eftir hrunið, þær fóru hæst í 118%. Þannig við erum ekki að tala neina ánauð á ríkisfjármálin í dag sem að við eigum yfir höfuð neitt að vera að hafa áhyggjur af. En hægri menn og sérstaklega nýfrjálshyggjumenn, þeir líta gjarnan þannig á að kreppur séu tækifæri og tækifærin sem þeir sjá í kreppum eru þau að þá sé hægt að þegar að skulda, að því að skuldir aukast alltaf í kreppum, skuldir ríkisins og að þá sé tilefni til að skera niður ríkisumsvifin, skera niður velferðarríki. Og að því að þú spurðir beinlínis áratuginn fram að hruni, að þá vorum við ekki í kreppu, við vorum í góðæri, en þá var nýfrjálshyggjupólitíkin ríkjandi og stóru markmiðin sem þar voru í gangi voru þau að lækka skatta á fyrirtæki, lækka skatta á fjármagnstekjur sem eru aðalega tekjur hátekjuhópanna og það var líka Sala ríkiseigna. Og svo sala ríkiseigna, bankana og alls konar dótrís. Og allt þetta og af því að þessar skattalækkanir sem var verið að beina fyrirtækjum og hátekjuhópunum að þær hefðu að öðru óbreyttu minnkað ríkistekjurnar að þá var byggður upp þessi þrýstingur að það þyrfti að skera niður velferðarútgjöldin. Við vorum jafnfætis hinum Norðurlöndunum í heilbrigðisútgjöldum árið 2003. Alveg á hverju ári eftir það voru skorin niður heilbrigðisútgjöldin alveg fram að hruni og svo kom stór dýfa eftir hrun þegar það voru alvöru fjárhagserfiðleikar. Það voru líka skornar niður barnabætur og vaxtabætur á þessum tíma og raunar var skattbyrðin á lágtekjufólki hækkuð til þess að mæta tekjutapinu sem kom vegna skattalækkana í hina áttina. Þetta er það sem ég kallaði á sínum tíma stóra skattatilfærslan, að skattbyrðin var flutt frá hátekjufólki og niður á milli og lágtekjufólki. Þá ertu bara að tala beina skatta og því til viðbót og þá bætist kannski aukin gjaldtaka inn í velferðarkerfinu, aukin gjaldtaka af sjúklingum og námsfólki og öðru slíku sem að líka bætist við og eykst á þessum tíma. Já, algjörlega. Og þetta var náttúrulega bara afleiðing af pólitískri stefnu sem að gekk út á þetta að minnka hlut ríkisvaldsins, draga úr ríkisumsviðunum og létta skattbyrðum af fyrirtækjum á fjárfestum og hátekjufólki og stjórnvöldum á þessum tíma var alveg sama og þau gerðu það meðvitað að auka skattbyrðina í lægri endan. Síðan kemur fjármálakreppan og ef við horfum fyrst til Evrópu að þá voru svo sem á allstaðar á Vesturlöndum, þá voru fyrstu viðbrögð stjórnvalda allstaðar við fjármálakreppunni, þessi dæmigerðu keynesísku viðbrögð að pumpa út
opinberu fjármagni inn í efnahagslífið. Það var gert bæði til að bjarga bönkum, til að borga atvinnuleysisbætur og sumstaðar að fara í vinnuskapandi framkvæmdir á vegum hins opinbera framkvæmdir. En þetta voru fyrstu viðbrögðin og það virkaði að mörgu leyti ágætlega. En síðan það sem var athyglisvert og furðulegt á sinn hátt, Ásgeir Brynjar kom aðeins inn á þetta undir lokin áðan, að það gerðist raun og veru bara sem stefnumótun á vegum framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins og Evrópska seðlabankans að keyra niður einmitt á þeimri forsendu að skuldir væru orðnar svo mikið vandamál hjá stjórnvöldum í Evrópu að þá þyrfti að fara beint í niðurskurðaraðgerðirnar og austerity aðgerðirnar. Og eftir 2010 þá þvinga bankinn og Evrópusambandið þessa stefnu fram, sérstaklega gagnvart þeim þjóðum sem að fóru dýpst í kreppuna eins og Miðjarðarhafsþjóðirnar, augljóslega langvest Grikkirnir, en einnig Írar og einhverju leyti Eystrasaltsþjóðirnar og þetta hafði þá skelfilega afleiðingu að þegar dregið úr ríkisútgjöldum inn í miðju kreppuástandi að þá dýpkaði kreppan, vandinn varð enn meiri, þjóðarframleiðslan dróst saman og þó að það væri hoggið eitthvað af beinum útgjöldum ríkisins, þá var það að stærri hlutfallsbyrði af því að þjóðarframleiðslan dróst saman. Þannig að í reynd var bara kreppan dýpkuð og framlengd og gerð sársaukafyllri og svo voru þetta eins og frjálshyggjumennirnir alltaf hugsuðu dæmi hvort það var að allur þessi fjárhagsvandi ríkisins verður tilefni til þess að skera niður velferðarútgjöld. Þetta það sem að raunverulega Bjarni Benediktsson að boða í því sem hann hefur sagt í dag og í gær, sem að segja 400 milljarða lántaka ríkissjóðs, að við þurfum að ná henni aftur tilbaka. Og hann fylgjandi þessari stefnu, ég held hann feli það ekkert að þeir kalla sig aldrei nýfrjálshyggjumenn, en hann fylgjandi þeirri stefnu sem var rekin hér á 10. áratugnum og fram að hruni og mörgu leyti reyndi að endurreisa hana sem mest eftir að hann komst til valda 2013. Ég náttúrulega bara spyrja, nú ég bara venjulegur maður hérna í bænum og fjármálaráðherra með 400 milljarða reikning sem hann ætlar að senda á samfélagið. Við hverju getum búist? Hvað ætlar hann að ná þessu? Ætlar hann að taka þetta mér? Ætlar hann að hækka skattana mína? Ætlar hann að skera niður þjónustuna mína? Ætlar hann að minnka barnabæturnar, vaxtabæturnar, húsnæðisbæturnar? Hvað ætlar hann að gera? Já, ég meina ef við horfum til reynslunar af því þegar að Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið með fjármálaráðuneytið þá hafa þeir farið tvær leiðir. Önnur hefur verið sú að auka skattbyrði lægri og millitekjuhópana, hin að reyna að þvinga niðurskurð á opinberum útgjöldum. Ég held að þeim detti ekkert neitt annað í hug ef að það væri þannig. Og sölu eigna líka. Það geti líka alveg rétt. Sala eigna, líta á það líka sem tækifæri til að selja ríkisbankana eða Landsvirkjun og þetta það sem að menn horfa til og hagsmunalínan sem að farið eftir í þessu pólitíska sjónarmiði hans og Sjálfstæðisflokksins bara svo að þjóna hagsmunum einkarekstrar, einkageirans. Hagfræðingur Samtaka atvinnulífsins var byrjaður að tala þessa nauðsyn á því að endurstilla ríkisútgjöldin. Hún var byrjuð að tala þetta bara í upphafi leið og fyrsti aðgerðapakki ríkisins var kynntur. Að þá strax komið lína frá samtökum atvinnulífsins að þetta verði svo að koma í framhaldinu, beinn niðurskurður á endurstilling á hlutverki ríkisvaldsins. Einhver lagði þetta til hann í upphafi að vegna þess að það er svo margir á einkageiranum að missa vinnuna að við ættum að segja upp slatt af opinberum starfsmönnum til að gæta einhvers réttlætis. Já, það má líka taka þann flöt á dæmið. Það
það þjónar þessu sama markmiði að kreista ríkisvaldið saman. Þetta alltaf tiltölulega bara einföld heimsýn, pólitísk ideológía og hagsmunagæsla, allt saman í bland og þetta bara svo lína sem að fylgt en það sem við sjáum þegar við erum að horfa á hvað Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn að segja, hvað OECD að segja og flestir efnahagsráðgjafar í raun og veru í löndunum í kringum okkur, að nú aðalatriðið að halda uppi kaupmætti, halda uppi neyslugetu almennings og forða hörmungum. Við erum ekki neins staðar þar að við séum í verulegri hættu hér á Íslandi á að það verði hungur eða eitthvað svoleiðis. Þeir sem að lenda í verstu kjaraskerðingunni eru þeir sem verða atvinnulausir, sem eru komnir þá á atvinnuleysisbætur eftir að uppsagnarfrestur liðinn. Og ég tala um þeir sem að verða atvinnulausir lengur en í 3 mánuði og fara á þessar flötu atvinnuleysisbætur sem eru tæpa 290.000 krónur í dag. Þeir geta farið upp í 50% kjaraskerðingu, jafnvel meira. Það sá hópur sem að í mestri hættu á að lenda í verulegum vanda. Aðrir sem að halda sínum venjulegu tekjum, þeir hafa ekki yfir svo miklu að kvarta þannig séð, þeir geta haldið út í sínum skuldbindingum og haldið sínu venjulega lífsmynstri meir og minna. Þannig að þetta mjög afmarkaður hópur sem að við þurfum að halda utanum hér á Íslandi og tengist nú bara því að við búum þó þrátt fyrir allt við norrænt velferðarkerfi sem að heldur þokkalega miklu betur en við sjáum að hvernig staðan í Bandaríkjunum. Þeir hafa ekki einu sinni á því að veikjast í Bandaríkjunum eða vera í sóttvörnum. Þeir segja að við sveltum þá. Þannig að til skemmri tíma ættu við vera að huga því að hækka atvinnuleysisbætur til þess að sé möguleiki að lifa þeim, kannski mæta þeim sem eru á atvinnuleysisbótum og á leigumarkaði eða þeim sem eru með þungan húsnæðiskostnað. Þannig að það slíkar aðgerðir sem við ættum að vera að fókusa á núna. Já, algjörlega, það eru slíkar aðgerðir og það sem við þurfum að stóla á núna í upprisunni eftir að sóttvarnaraðgerðum lýkur og núna náttúrulega blasir við að þeim að ljúka í skrefum og smá saman opnast meira, þá tekur við aukin virkni í atvinnulífinu. Þau 85% af fyrirtækjum eða 85% af vinnuaflinu í öðrum greinum heldur en í ferðatengdri starfsemi. Það hún sem verður í gjörgæslu áfram. Flestar aðrar greinar atvinnulífsins munu skríða upp á alveg þokkalegt svið og þokkaleg umsvið. Þannig að við munum þurfa að stóla einna mest á það að reka að örva hagkerfið með innlendri eftirspurn sem að kemur úr 2 áttum, annars vegar frá kaupmætti almennings og hins vegar frá opinberum framkvæmdum. Og kaupmáttur almennings, mikilvæga atriði þar að halda kaupmætti kjarasamningana og hins vegar að bæta kjör þeirra atvinnulausu, hækka atvinnuleysisbæturnar og þó við þyrftum að taka 10, 20, 30 milljarða aukalega að láni til að gera það, þá það eitthvað sem mun bara skila sér í aukinni veltu í þjóðfélaginu, því að sá peningur fer bara beint út í veltuna sem að skapar tækifæri fyrir fyrirtækin til að hafa fólk í vinnu og halda uppi áfram starfsemi. Við þurfum núna að stóla á okkur sjálf til þess að koma efnahagslífinu í horfið, því við getum ekki lengur stóla á erlenda ferðamenn og þá það einmitt kaupmátturinn og bæði og þar veikasti hlekkurinn snýr að þeim atvinnulausu og svo það hins vegar hvað ríkið getur lagt til eða vill leggja til. Ríkið hefur alla burði til að leggja mjög mikið til og það bara spurning hvað það vill leggja mikið til í innviðaframkvæmdir, í eflingu opinberrar þjónustu, heilbrigðisþjónustuna, umönnunar, þjónustuna, þessar greinar sem hafa verið undirmannaðar og á allt og lágum launum þar að ekki líka starfsfólki þar að þarna bara skynsamleg úrræði sem bara í anda þess
sem að í raun og veru OECD og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn að segja að sé það sem á að gera. Fyrir utan svo auðvitað við eigum að fara í heilmikið átak í að auka grænan hagvöxt. En Stefán, spurning þáttarins hvert á að senda reikningin og ef einhvert. Þú vilt ekki leyfa Bjarna Ben að senda reikningin á meðaltekjufólk og lágtekjufólk. Hvert á að senda hana reikning? 400 milljarða. Eða á ekki að senda hana á hann bara leyfa honum að vera halli eða skuldir á ríkissjóði gagnvart Seðlabankanum líklega sem almenningur á einnig. Bara þangað til að við finnum þangað til að við erum í skapi til að borga þetta. Já, ég enginn talsmaður skuldasöfnunar, en ég segi það eins og ég var að segja í byrjun, að þessi viðbót við skuldir hins opinbera svo lítil að við þurfum ekki að hafa áhyggjur af henni. Við dreifum henni bara á mjög langan tíma og þegar það kemur að því að lækka það, þá finnst mér að það blasi beinlínis við að það eigi að snúa við þeirri skattastefnu sem að Sjálfstæðisflokkurinn innleiddi frá og með 1995 að flytja skattbyrðina af þeim sem að breiðari bökin hafa yfir á þá sem að mjórri ríkin hafa, að það bara snúa því við og senda þetta fyrst og fremst á hátekjuhópana, stóreignafólkið og það má bara gera það í rólegheitum á þann veg að bara færa skattbyrði á fjármagnstekjur og skattbyrði á fyrirtæki, færa það bara upp á svipað ról og á hinum Norðurlöndum. Myndir þú vilja að taka upp þá umræðu núna á sama tíma og Bjarni Benediktsson að taka upp umræðun að við verðum að fara að skera niður bara strax á næsta ári, að taka þá upp umræðun að við verðum helst bara strax á næsta ári að fara að taka upp auðlegðarskatt og hækka fjármagnstekjuskatt og hafa þetta svona eins og hjá mönnum? Já, það ætti að vera stefnan. Það engin ástæða til að skera neitt niður. Við eigum að efla velferðarkerfið og við eigum að reka þetta þjóðfélag þannig að það sé fyrir þjóðina en ekki fyrir einhverja fámenna yfirstétt fjárfesta eða fyrirtækjaeigenda. Þeir mega njóta líka bara í hlutfalli við hina. En það á ekki að vera að reka forréttindastefnu fyrir þá sem að þurfa ekki á neinni ríkisaðstoð að halda. Það er bara ósköp einfalt mál og þetta engin sérstakur vandi í ríkisfjármálunum og ef við horfum til þess hvernig þetta var eftir hrunið, að það sem þurfti að endurreisa gjaldþrota Seðlabanka og gjaldþrota 3 banka aðra og fyrir utan að tryggja einhver gang í atvinnulífi sem var búið að drekja í skuldum á bóluárunum að sá vandi sem við horfum á núna þó að atvinnuleysi hafi vissulega aukist óvenju hratt og gríðarlega mikið að þá undirliggjandi vandinn á bakvið það, hann hvergi nærri eins alvarlegur eins og var eftir fjármálahrunið og ég sé þetta nú bara batna núna stig af stigi. Ég held að atvinnuleysistölurnar munu lækka í maí þegar við fáum tölurnar fyrir maí og enn meira í júní og enn meira í júlí. Og ég bara finn helst til með þeim sem eru í ferðaþjónustunni og það væri nú æskilegt. Við vorum búin að láta hana vaxa langt úr hófi fram. Við vorum komið með stærra hlutfall af vinnuaflinu í ferðaþjónustu heldur en Spánverjar eru með á síðustu 3 árum og ég held við þurfum að skala það eitthvað niður en að öðru leyti og flytja þar að lendi eitthvað fólki yfir á aðra greinar, yfir í ylræktina og opinbera umönnunargeirann, velferðargeirann og menntakerfið og nýsköpun en öðru leyti bara við eigum okkar vandi, hann felst fyrst og fremst í því finnst mér að koma auga á skynsamlegu og góðu lausnirnar. Við eigum bara alveg ágæta valkosti og við munum sigla alveg ágætlega fram hjá þessu ef okkur auðvitað að taka það á. Það verður loka orðin inn í helgina. Ég þakka þér kærlega Stefán Ólafsson fyrir að sitja hérna við rauðaborðið og deila með okkur þinni sín á ástandið. Ég endurtek þakki mína til Ásgeirs Brynjars Þorvaldssonar og Guðrúnar Johnsen og Ólafs Margeirssonar sem sátu hérna
fyrr í þættinum og tóku þátt í umræðu komandi kreppu sem að við stöndum frammi fyrir og sem að mun örugglega verða grimm mörgum en vonandi ekki of djúp og ekki of löng. Helgin framundan, hérna á sunnudaginn verður Ögmundur Jónasson með þátt sinn Kvótann heim klukkan 12. Aðrir þættir á samstöðunni eru til dæmis öryrkjaráðið, þar sem öryrkjar ræða sín mál og í kórónukreppu og kórónufaraldri og hinn Reykjavík sem beinir sjónum að þeim hópum í Reykjavíkurborg sem að eru með lægri tekjur og búa við lakari kjör en aðrir. En við látum þetta gott heita við rauða borðið í kvöld. Við sjáumst aftur við þetta sama borð á mánudaginn klukkan 8. Takk fyrir í kvöld og góða helgi.